Góðan daginn, komið þið sæl. Það er komið að skák númer 10 hjá mér og ég ætla bara að byrja strax. Fæ ég anstæðing. Það er Vladimir Danilov, E4, E5 og riddari F3, riddari C6. Við skulum fara bara beint í spænska leikinn. Og hann leikur D6. Þetta er aðeins sjaldgæft afbrigði. Það sem á gildra hérna er hvítur leikur D4. Ég get leikið C4, ég sé menn gera það og ég get líka leikið C3. Ég ætla að prófa hennar leik með C4. Hann virkar svolítið skrítinn en hugmyndin er að tökum að miðborðinu hérna og reyna að leika D4 síðar. Hann getur vissulega leikið biskup G4 en ég er svolítið að stoppa hann í að leika B5 og þessi leppun verður til staðar eitthvað áfram. Hann leikur riddari F6 og ég ætla að reyna að leika D4 einhvern tímann nema náttúrulega hann leiki biskup G4. Hann leikur biskup D7. Við skulum bara hróka hérna. Biskup E7, D4, drepið. Þetta sé allt í lagi. Ég ætla að drepa hér og hér og hér. Ok, hann getur gert þetta. Ef ég fer á D3 og kemur riddari C5 með tempói, þá get ég farið á C2, þá getur hann drepið á C3. Hvernig er sú staða? Það er ekki alltaf í lagi en næmilega peðastöðu kannski. Ég get líka bakka strax á D2 og reynda að biskupinn minn á B3. Ég vil svona síður gefa honum tempó með riddaranum. Ég get líka að fara með drottninguna á E3, hann hrókar stutt, ég leikur riddari D5. Það er gott að koma eins og riddari kannski á D5, þannig ég ætla að vera hér. Riddari D5 væri fín. Og ef hann drepur þá getur ég drepið með drottningu og nú fær hann ekkert að tempó með riddaranum. Þetta hlýtur að vera örlítið betra fyrir mig, hann er reyndar að fara að herja á þetta peð mitt. Hann getur gert það, ég get leikið riddari B3, haft biskupinn á B2 og farið sér með hrókið minn hérna yfir, já, mitt. Svo sem ekkert smekuð drottningaröskiti, það er allt í lagi. Ég get leikið F3, ég get leikið hrókur E1. Kannski bara eðlilegt að byrja að leika F3, af hverju ekki? Kannski vil ég hafa hrókan á D-línunni frekar. Hrókur D1, tvöfalda D-línunni og reyna Jep, mátti búast við þessu svo sem. Hann ætlar eitthvað að pota hér. Sko ég veit þetta er aðeins betra á mig. En þetta angrar mig aðeins, þetta planan sérna. Angrar mig örlítið. Ef ég leikur hrókur D1, hann leikur A4. Ef ég læt að vera, þá kemur riddari C5 einhvern tímann. Já, hann getur að opna línuna hvernig sem hann mentir. Ef ég svara A4 með B4, þá kemur riddari B6. Þannig að ég get leikið biskup D4 til að taka riddarann þegar hann birtist á C5. Get gert það, ég ætla að gera það bara hérna. Þannig að ef riddarinn fer á E5 þá get ég alltaf valda C4 beðið mitt. Það ætla ég að vera hér bara. Þetta er alveg í járnum þessi staða. Kannski ekkert mikið hann að segja í sjálfu sér. Ég ætla að leika, ég ætla að leika hér, ég ætla að stoppa þetta peð hérna. Ég er með töluvert verið tíma eins og ofta áður, það er ekki fyrst skipti sem ég er með verið tíma í þessum skákum mínum. Það tekur smá tóll að vera eitthvað að ræða málin. Ok, það er kannski, ef ég tek hér að tekur hann með B-peði, þannig ég verður örugglega að þá er B3 peðið mitt varanlega veikleiki, þannig að þetta er kannski smá klaufaskapur hjá mér. Ég verði eiginlega að valda þetta svona. Sko nú er planið mitt að koma kóngnum hingað og valda þetta og losa hrókinn. Og ég ætla að gera það. Ef ég fer á E-línuna þá er hann alltaf F5. Þannig að þessi gæta mín, þetta er klókt hjá hann, við viljum G3 og kannski opnast H-línan. Ég er svolítið planlaus hérna og mér finnst það óþægilegt.
passa mig á einhverjum riddaraskákum. Ok, riddarinn getur skákað, hann getur hoppað á B4 eða F4, ég veit ekki hvort það gerir mikið. Ef ég kem kóngnum mínum hérna yfir, hingað, kannski bara hér. Ég þarf ekki að gera það núna reyndar, riddarinn er kominn hingað, þannig að hann ætlar að reyna H3 og þá ætti ég kannski að reyna að leika bara F4 og E5. Kannski F4 núna bara. E5 getur verið einhver hugmynd. Passa hann á biskup. Ok, E5, hann stoppar það. Og alveg tæpur á tíma, hann tæpur þetta mjög hratt. Þetta er svona staða þar sem að það er erfitt að gera eitthvað og kannski sá sem að er fyrstur til að gera eitthvað lendur í vandræðum. Það er hugsanlegt. Ég veit ekki alveg hvað ég get telt upp á hérna. Riddarinn er svo sem enga sérstakar reyti þannig. Ég get ekki hrókur E3, ég get ekki E5, nei. Hrókur E3. Hér, hrókur G6. F5 skák. Ég veit ekki alveg hvað er að gerast hérna. Hér. Drepi, hrókur D3, drepi. Sko, DP hans er leppur. Ég var vonast að það myndi eitthvað opnast mér. Ég hafa hrókur til F4, ég tek á D6, tekið. Hrókur Davíð 3. Ætti að vinna DSSP-ið. Ætti að vinna DSSP-ið hans. Skák hér. Kannski hefði ég átt að taka með peð, kannski hefði ég átt að halda báðum hrókunum inn á. Missi svolítið frumkvæðið sem ég held ég var að fá, en þetta er allt í lagi. En þá að halda mér í þessu. Hrókur D2 tilbaka, ég er rosa tímatæpur. Drep þetta. Hér. Pínu stressaður. Skák. Skák. Þessi per á leiðinni. Ef maður leikur, já. Ef maður leikur F4, þá kemst kóngurinn mér kannski út af borðið. Ég er rosa passífur í þessu. Ég vil spáði hvort ég er C5. Hér, hann tekur eitthvað. Ég verð að leika C5 sko, ég er alltaf passífur hérna. Sko hann getur tekið á B3. Hann getur tekið á B3, ég á A5 þá. A6. A7. Hrókur B6, hrókur A2.
veit ekki alveg hvað er að gerast hérna. Hann á alltaf þetta F-peð. Ég ætlaði líka hrókur A5, hann drepur B2, drottning. Hvað er ég að gera? Sko nú getur hann eitthvað tekið peðið mitt. Og já, þetta var klaufaskapur hjá mér. Bölvaður klaufaskapur. Ég telti þetta og passíft þetta endatafl. Ég get ekki stoppað þessi peð. Kongur G1. Þetta er tapað því miður. Ég var ekki að þetta. Klaufaskapur í þessu endatafli. Mér fannst þess að ég þurfti ekki að tapa þessu og sennilega var ég alltof passífur hann að eiginlega alla skákina bara. Það sé ekki skemmtileg skák að minni hálfu. En svona er þetta stundum. Maður er að taka ósigurunum og reyna eitthvað að læra á þeim. Ég hef með hvít, já, og þetta er spænskur leikur og ég ákvað að tefla þetta afbrigði með C4. Ég hef séð áður en ekki telt það neitt sjálfur sér. Ég hef telt þetta með C3 D4, það er svona langt algengast. Þá leikum maður bara C3 hér og svartur getur leikið biskup D7, D4. Svartur setur átt biskupin svona G7 í svona stöðu með riddarinn á E7 eða eitthvað. Gildina sem ég var að tala um var eftir D4, þá kemur B5, biskup hér og riddarinn drepur D4 og hvítur drepur allt, þá kemur C5 á endanum og vinnur biskupin. Það er kallað örkin hans Nóa, ef maður rétt. C4 er ekki algengur leikur en vel teflanlegur eins og ég vissi svo sem. Og við skulum sjá hvað ég átti að gera betur, því ég fékk eiginlega ekkert frumkvæði og uppskiptin sem urðu leiddi af sér bara svolítið passíva stöðu, eða svona fulla rólega stöðu. Ég var ekkert eitthvað rosa spenntur fyrir þessa stöðu sem kom upp. Sko kannski á ég bara að vera, ok, ég leikur þetta í C3, kannski þarf ég að vera miklu aggressívar í byrjuninu, biskup D7, D4, já. Ég hrókaði fyrst, biskup E7, D4, þetta er alltaf verið telt áður. Riddari drepur D4, þetta er allt eitthvað teóría. Hér er riddari drepur D4 algengast. E-drepur, já þetta kemur á svipaða stað út, hann drepur með riddara. Já, algengar að taka þetta með drottningu en biskup F6, þetta verður alltaf verið telt mjög oft áður. Og hér er drottning D2 algengastur. Með svipara hugmynd og ég var með að leika B3 og riddari D5 en ég fór með drottninguna E3 og það er kannski óþarfi að hafa hana þar en allavega hann drap og hrókaði stutt. Þessi staða ætti að vera örlítið betri fyrir hvítan vegna þess að hvítur hefur meira rými en ekkert meira en það. Þetta hefur verið telt einu sinni áður, þá teltist B3 og þá leik svartur líka drottningi F6 og þá kom biskup B2, já, svona hefur þetta verið telt áður. Ekkert mikið þessa stöðu að segja í sjálfur sér. Tilfinningin mín er að ég hef verið alltof passífur í þessu, eins og ég segi. Talan segir bara að þetta sé hnífjafnt og ekkert þetta að segja, þetta er bara leiðileg staða. Hrókur E8, F3, A5, biskup D4, mér fannst þess að ég þyrfti að stoppa hann í að gera eitthvað, kannski er ég að sjá einhverja drauga. Ég get ekki bara hróku D1 og það er líka lært á sig punktur frá tölvunni, hún vil bara taka rýmist þessu kóngsvagnum. Þar er ég með peða meirihluta og biskupinn minn er að miða þangað. En ég leik biskup D4, það er óþarfi. B6, hróku D1, F6, hróku D2, kongur F7. Hér er svartur komið með örlítið betra tafl vegna þess að ég hef ekki nýtt færi mín nógu vel. Ég ætti að leika G4 og taka með rým og ég er búinn að skilja eftir smá veikleika á B3. Og ég skynjaði það hérna, ég var ekki með betra en ég var rosa
lítill hérna. Það er að segja ég hefði ekkert að gera nema að bíða átekta. Þannig stöður er ekki gaman að tefla. Finnst mér. En eftir G4 þá gerði ég það og það er fínt. Tekið og mér fannst þess að ég var að fá smá sénsa hér. Hann lék D5 og ég hugsaði strax hvort að hrókur D5 væri mistök, hann er alltaf í lagi. Ég hugsaði hvort ég ætti að taka með peði, en þá kemur kannski riddari B4 skák og hann skiptir upp og D5 peðið mitt verður veik. Þannig að þetta er líklega rétt. Þetta er bara jafnt. Hrókur D2 tilbaka, hrókur G4, hrókur E2 hér. Ég skákaði nokkur sinnum af því ég vissi ekki alveg hvað ég átti að gera hérna. Hann skákaði hér og hér ger ég kannski smá mistök með því að drepa. Ég þarf ekki að drepa. Þessi riddari er svo sem ekki að gera neitt. Biskupinn er bara betri en riddarinn. Kannski er þetta óhagstað uppskipti. Kongur D2 og bíða rólegur bara. Hann getur svo sem ekkert mikið gert í sjálfu sér. Kongurinn hans er skorinn af á E-línunni. Og ef hann fer eitthvað að þvæljast með hrókinn þá er ég alltaf hrókur í E7 skák. Og biskupinn minn er svo sem fínn í endurtaflinu og hann hefur auga með öllum þessum piðum sem eru á svörtureitur. En þessi uppskipti eru sennilega óhagstað. Samt á ég erfitt með að trúa að þetta endurtafl sé eitthvað tapað á mig. Þannig að hér hef ég átt að halda biskupinum inn á. Kongur D3. Þetta er nú bara jafnt sko. Og hér missi ég af tækifærinu. Mér datt það ekki einu svona í hug á þessum tímapunkti þá mér hefði dottið í hug seinna. Hér er A5 bara vinningsleikur. Það er oft sem maður lendir í vörn og er komin á hérna afturfæturna eins og sagt er, komin í vörn og hann var komin svona röðrasýn. Maður er að hugsa of mikið vörnina. Maður gleymir að horfa og fylgjast með sínum eigin tækifærum. Tækifærin mín í þessari stöðu felast í að reyna að búa með þetta frípeð meðan hrókurinn hans er aðgerðilegur seinna. Ég áttaði mig ekki á þessu fyrir löngu seinna í skákinni. Og hér vinnur A5 vegna þess að eftir A5 þá drepur hann og ég legg C5 og hrókurinn hans of seinna stoppa peð. Það tekur hann alveg 1, 2, 3 leiki komast á 8. reitaröð og ef hann leikur hrókur G5 þá kemur C6 sem að kóngurinn hans er skorinn af. Hrókur hér og þá hrókur E8 og hrókurinn er bara eins og það er sagt á ensku boxed in. Hann er lokaður inni bara í einhverju boxi. Eina leiðin til þess að ná eða þess að koma hróknum hérna yfir er að koma hann á 7. reitaröð en það er bara of seint til að stoppa peðið. Þannig að þetta hefði unnið og þetta hefði ég séð á 1 sekundu ef einhver hefði sagt við mig hvítuleikur á unnur. En málega er að hausinn á mér var ekki þar. Þannig að kannski er þetta lært á sitt augnablik að vera alltaf með hugan við sín eigin tækifæri þó maður sé í vörn. Ég skákaði hér sem er alltaf passíft. Aftur vinnur A5. Ég legg kongur E3. Ég er ekki með verra hérna. Ég þarf bara að bíða. Svekkjandi að missa svona vinningslega. Hér er ég bara búinn að bíða alltaf lengi í rauninni. Hann er bara búinn að búa sér til miklu meira pláss og hann er komin á undan og hér er þetta orðið mjög vænlegt og svart og líklega unnið. C5 drepið, kongur drepur, drepið, A5, A6 hrókur B3, A7 hrókur A1, kongur B6, F4. Hér datt mér í hug hvort ég ætti að skáka hér og fara hingað og blokkar hrókinn en hann getur þá drepið B2, drottning og hann er peður í endtaflinu sem er mjög erfiður vörn fyrir hvítan. En já, ég jafntefli með kongur F7, F3, drottning. Ég var ekki viss sko, hvort að ég gæti ráðið við bæði þetta peð og þetta peð á sama tíma ef kongurinn hans kemist hingað. Þannig að ég bara lék hér á 3 sekúndum, sá leikur tapar því að
hérna áttaði mig alltaf í náði hann vekur upp drottningu á sama tíma og ég, en ég get ennþá hangið á þessu ef ég leik hrókur D2 tilbaka og ég verðist bara halda hróknum mínum á annar rauðröð, en ég fór hingað einhver ástæðu og þá er hann komin í gegn og hér verðist hrókur A5 verið í lagi. Aftur klaufaskapur, aftur er ég að gleyma mínum eigin tækifærum. Þegar kóngurinn er komin á G2 þá vek ég náttúrulega upp með skák. Þannig að hrókur A5, drepi, afsakið, B2, A8 drottning með skák. En þetta er samt ekki svo einfalt af því að F3, hann hótar að vekja upp og leið að drottningin minn fer af skálinu þá hleypi ég í peðinu þannig ég þarf bæði að leppa peðið hér og stoppa þetta á sama tíma en hann getur líklega náð jafntefli svona og við vitum það að endatefl drottninga móti F-peð og kóng eru venjulega jafntefli en það breytir ýmsu þó ef að peðin eru með þannig að ég veit ekki alveg hvað er að gerast þetta. Drottning C2, Gunnar 3, H4. Já, þetta er áhugavert, ég ætla nú svo sem ekkert að fara nánar út í þetta. En aðalatriðið var að ég missti alveg klárlega af mínum tækifærum sem voru til staðar á fleiri en einum stað í þessari skák og það er kannski lærdómurinn af þessu, þetta er kolltap og endtafl. Kannski lærdómurinn af þessu að hafa auga með mínum tækifærum, bíða færis. Það er oft alveg hægt að tefla skák sem er jöfn framan af og um leið og tækifærin gefast að grípa þau um leið. En ef maður hefur ekki trú á því að maður er í vinningsmöguleika þá er maður aldrei að fara að vinna. Þá er maður aldrei að fara að finna vinningsleiðirnar þegar það koma. Þannig að það er það sem ég tek úr þessu. Og ég get skert á tapmennskunni í byrjuninni. Kannski ætti ég ekki að tefla þetta með C4. Kannski ætti ég frekar að tefla þetta bara með C3 og halda köllunum inn á borðinu. Ég hugsa að það myndi kannski henta mér frekar. En allavega, tapskák og lærdómsrík tapskák og við sjáumst í næstu skák.